örlítið konur í stjórnmálum. Það þetta styttist í kosningar núna, alþingiskosningar sem verða í lok október og eins og staðan núna þá eru kvenkyns þingmenn 46% og hefur hlutfallið milli kynja ekki verið jafnara. Við ætlum aðeins að velta þessum málum fyrir okkur. Við erum komin með 2 stjórnmálakempur. Ég vona að það sé í lagi að kalla ykkur það. Það eru sestarnir hjá okkur, núverandi þingmenn og báðar fyrrverandi ráðherrar, Hanna Birna Kristjánsdóttir og Katrín Júlíusdóttir, verið velkomnar. Takk fyrir þakkir. Og þið eru báðar búin að ákveða að hætta í pólitík, þannig að við viljum að þið segja okkur allt það sem þið vitið. En við ætlum að hafa þennan útgangspunkt, sem sagt konur í pólitík. Kannski, Hanna Birna, við ræddum við þig ekki alls fyrir löngu þegar þú bara varst búin að ákveða að hætta. Og þá sagðirðu meðal annars að það væri ennþá þannig að konur séu gestir í pólitík. Og þú stendur enn við það. Algjörlega. Já, hvernig útskýrir það aðeins betur fyrir okkur? Mér hefur lengi fundist og eina af ástæðunum fyrir að ég og kannski eina ástæðan fyrir ég ákveða að hella mér út í stjórnmál á sínum tíma, þar að segja einhvern veginn að stinga hausnum út gluggann, var að ég var kona. Ég vildi vera kona sem ekki segði nei og ég vildi vera eina af þessum konum sem þyrði að taka slaginn. Og ég er búin að vera í þessum slagi 25 ár og mér finnst þátttaka kvenna í stjórnmálum og ástæðan fyrir ég segi þetta við sem ennþá gestir það er ekkert óeðlilegt. Kallar eru búin að ráða í þessum geira frá því að þetta var til, þannig að það er ekkert skrítið við það. En mér finnst eftir því sem ég eldist þá vex tilfinningin inn í mér fyrir þeirri ábyrgð. Ég er ofboðslega lengi búin að segja svo margar konur ég hef ekki sérstaklega mikið fundið fyrir því. Út af hverju við gerum við það er sem með barnsfæðinguna. Mér finnst oft ágætt að líka þessu saman. Mæður okkar segja alltaf við okkur, elska mig, þetta er ekkert vont. Þú er búin að gleyma þessu daginn eftir. Þetta er ekkert mál. Og ef við myndum alltaf nálgast það þannig, þá fengi engin mænudeyfingu og engin myndi halda í höndina á mann að þetta er ekkert mál. Þegar ég verð eldri og meiri reynslu í stjórnmálum, þá vil ég bara segja þetta eins og þetta er. Þetta er erfitt. Þetta er töff og þetta er ennþá strákaleikur. Og mér finnst mér bara að bera skylda til þess að segja það, miklu skýrar en ég hef áður sagt það. Og í mínum flokki hefur oft verið þannig að ef maður talar svona, þá er maður beiskur og maður er bitur eða þá maður er ekki að nálgast einstaklingsfrelsi rétt. Ég er bara ekki sammála því og ég hef tekið slaginn 1000 sinnum í mínum flokki, gert það mjög hátt og mjög skýrt og mér finnst þetta er mín upplifun, ég ætla ekki að gera lítið úr upplifun kvenna sem segja þetta er ekkert svona. En mín upplifun er svo að ég hef á hverjum einasta degi frá því ég stakk höfðun út gluggann í stjórnmálunum, þurfti að útskýra af hverju ég er ekki heima að hugsa börnin mín, hvernig óskupunum ég geti tengt þetta saman við það að vera eiginkona og móðir, hvernig óskupunum, og ég fengi það mjög oft, hvers svona ung myndaleg kona sem ég var þá, greinilega skilgreind einhverjum, væri að djöflast í þessu. Þannig ég er alltaf að útskýra hvernig standi á því að ég af þessu kyni sé á þessum stað sem sé nú staður strákar. Þannig að þeir finnst þú þurfa að réttlæta það? Alltaf, mér finnst það, ég er alltaf að útskýra hvernig, fyrstu spurningarna sem ég fá alltaf í viðtölum við fjölmiðla oftast. Hvernig gengur að samþætta þetta? Býtu, þegar ég fór til bauð mér fram sem formaður Sjálfstæðisflokksins, hvernig ætlar kona með 2 börn að geta einhvern veginn tekist á við þetta? Fyrir ekki að formaðurinn var með miklu fleiri en ég, sko. En hann var kall og fær aldrei þessa sömu spurningu. Þannig að mér finnst þetta bara svona og ég bara kýs að segja það. Já. Katrín, hvað segir þú? Ertu sammála? Já, ég er sammála þessu og við þurfum ekki annað en að horfa bara á staðreyndirnar. Þetta er einfaldlega þannig að það eru bara 101 ár síðan að konur fengu að stíga inn á sviðið með ákveðnum takmörkunum. Þið munið umræðina frá því fyrra konur eldri en 40 ára, það breyttist nú sem betur fyrir hratt. En þetta er svo í raun að vera svo stuttur tími. Fram að því og líka lengi vel eftir það, þó að konur væru komnar með kosningarétt þá voru þær bara svona ein og ein á þingi eins og Ingibjörg K. Bjarnason og fleiri konur sem að síðan komið þetta í kjölfarið. Þær voru alltaf svo rosalega fáar, þangað til bara fyrir kannski 20 árum sem að konur fara að koma í einhverju mæli inn á þing. Þannig að við erum að tala svo stuttan tíma og það sem gerist þetta fram að þeim tíma er að sviðið er mótað af körlum og við erum ennþá í því umhverfi og það þýðir að það er ákveðin kúltúr, það er ólíkur kúltúr sem fylgir konum og körlum vegna þessara sögulegu ólíku aðstæðna kynjanna og það vonandi breytist með tímanum en það hefur ekki breyst ennþá. Og þetta hefur það í för með sér að þú segir já, við erum með jafnasta hlutfall kvenna á þingi núna 46%. Það er bara búið að vera svoleiðis í stuttan tíma og við höfum konur hafa aldrei verið fleiri en kallar á þingi, aldrei og það hefur ein kona verið forseti og ein kona verið forsætisráðherra. Þannig að við erum að tala um að þetta er svona
það er ekki hægt að tala neitt norm í þessu eða eitthvað jafnrétti hafi náðst fyrr en að við erum farin að sjá þetta gerast einhvern veginn á víxl. Kallar eru fleiri til þessar kosningar, konur fleiri til þessar kosningar. Þá er maður tilbúin til að segja að einhvers konar jöfn staða milli kynjanna hafi náðst. En hún hefur það ekki. Síðan annar þáttur líka. Og Hanna Birna hefur oft nefnt hann og ég og fleiri og það að þú ert líka allan tíma sem ég hef verið á þingi þá hefur alltaf verið til svona mjög reynslu mikill hópur þingmanna og þetta allt kallar nema Jóhanna Sigurðardóttir hún var í þeim hópi og það reynsla í pólitík henni fylgja svona það má segja að það svona ákveðin prótókoll í pólitíkinni og reynslunni fylgir, við skulum bara segja það hreint út völd og reynslu fylgir líka betri aðgangur af ýmsum upplýsingum, þú ert auðveldara fyrir það að semja málin þín í gegn og svo framvegis af því þú kannt þetta, þú hefur meiri tengsl og verið þarna lengur og konurnar þurfa að komast þangað og af því að þetta svona kannski það ósýnilega sem að menn kannski átta sig ekki á. Þannig að já, þetta rétt hjá Hönnu Birnu að þetta svona. Og konur endast skemur. Konur endast skemur eða kannski kallarnir lengur. Ég veit ekki hvernig lítur á það. Ég meina, ég að hætta eftir 13,5 ár og mér finnst það ótrúlega langur tími. En fólk tala við mig svona æðislega hissa akkur að hætta svona snemma. Mér finnst þetta rosalega langur tími. Ég hef bara aðra sýn á þetta. Og það sem líka kannski, maður hefur tekið eftir í umræðinu konur í pólitík og ég hef sjálf fundið á eiginskinni. Það að við erum efnilegar miklu lengur en strákarnir. Og ég fann þetta til dæmis þegar ég var að koma í prófkjör 2013 og var að bjóða mig fram þá í oddvitasæti að þá fikk ég að heyra það verandi með 8 mánaða gamla tvíbura ég ætti nú svo mikið eftir og röðin kæmi nú að mér síðar skiljið, þetta svona einhvern veginn ég var þá búin að vera ráðherra í 3,5 ár og þú veist, var bara orðin með rosalega reynslu að mér fannst, en maður svona margir félaga mínir voru svona, já, þú ert svo efnileg, þú veist, það var svona eins og það er hægt að geyma mann á hliðarlínunni að því maður væri svo skrambi efnilegur. En þú veist, þetta eru svona hlutir, sem maður finnur alveg fyrir í stjórnmálunum, en ég vona samt að við Hanna munum nú sjá þetta breytast á okkar líftíma. En hvernig byggist þetta á þinginu, innan þess hóp sem ég held að þetta birtist rosalega mjög Katrín lýsa þessu svo ótrúlega vel vegna þess að Katrín svo þingkona sem hefur lengsta þingreynslu á okkur öllum sem setjum á þingi í dag og hún að fara, hún hefur lengsta þingreynslu á okkur öllum og hún einungis 40 ára gömul og hún eins og hún segir, þú veist, ennþá vel á sumum, hún gæti ennþá verið skilgreind efnileg, ég var efnileg alveg þangað til ég var búin að vera borgarstjóri nokkur ár og ég var jafnvel efnileg lengi eftir það sem alveg, það mjög gaman að vera efnilegur, ég ekki að meina það en þú veist, það samt svona ákveðin skilgreining ég held líka að það sem að Katrín nefndi þessa reynslu, vegna þess að mjög margir karlmenn segja við mann og líka konur þetta bara einhver tilfinning sem þú ert með hana þetta bara einhver tilfinning, þú ert alltaf að hugsa þessi kynjamál, þetta bara einhver tilfinning tölurnar staðfesta þetta allt saman konur fara miklu síður í stjórnmál 20% kvenna, eða 20% af þingmönnum heimsins eru konur hitt eru karlar. Það endast miklu skemur. Ég hef látið reikna þetta út, íslenskar þingkonur endast helmingi skemur en karlar á þingi. Og það getur bara ekki verið að við sem séum að tala þetta, eða við sem förum í þetta og erum nógu miklu naglar til þess í byrjun, því það alltaf skilgreind þannig ef kona leggur í þetta, þá verður hún sérlega mikill nagli. Við erum báðar búin að vera skilgreindar sem sérstaklega harðgerar, við fáum okkur alls konar nöfn, þú veist, út af því að við séum einhvern veginn hljótum að vera rosalega naglar, við leggjum í þetta, en við endum samt svona stutt. Það getur ekki verið að við séum svona dæmalausir gallagripir og síðan dettum við allar út miklu fyrr. Þetta staðreynd. Og karlar mega ekki líta á þetta eins og mér finnst stundum gert og til dæmis þegar ég tekist á þetta, ég tókst til dæmis á þetta meðan Ögmund ekki alls fyrir löngu og það eru margir Ögmundar í mörgum flokkum. Og þeir geta verið svona kalla. Ég tala kalla, já, sem einhvern veginn kunna og vita þetta allt og segja síðan já, þið bara notið þetta. Þá bendi ég bara á staðreyndirnar sem tala sínu máli og ef að ég myndi einhvern tímann kjósa eins og þú nefndir hér áðan og Katrín og kannski við fleiri sem erum að fara eða erum ennþá að tell it all. Ef ég myndi segja frá öllum samtölunum sem ég hafa átt við unga karlmenn stöðu mína í stjórnmálum, því sem ég megi gera, eigi að gera, hvernig ég eigi að haga mér, hvað ég megi gera, þá fyrst væri ég að nota það. Þá var þetta orðið dálítið gott, þá varum við bara að tala gott séð og heyrt viðtal.
ef ég kysi að droppa öllum línunum og öllu því sem ég hef heyrt í gegnum tíðina, verandi kona í stjórnmálum sem þeir hafa aldrei nokkun tíman heyrt. Það sem við erum bara að gera, og mér finnst að karlmenn að taka því fagnandi. Við erum bara að segja, og við erum ekki að kenna þeim þetta, þetta er bara veruleiki sem svona vegna þess að hann hefur alltaf verið það. En þarna, ég þekki enga konu. Og svo alltaf sagt eins og við okkur, og maður alltaf að segja, og ég segi það líka, ég er þakklátt fyrir öll tækifæri sem ég fengi. Ég er þakklátt fyrir öll verkefni, við erum báðar fyrrverandi ráðherrar og við fengið að takast á alls konar verkefni. Ég hefði eins og alveg getað tekist, ég hefði alveg fengið þessi verkefni ef ég hefði kall. Það er alltaf látið eins og ég hef verið svo þakklátt og ég hljóti nú að fengja allar þessar vegtillur eins og það skilgreint innan stjórnmálana vegna þess að ég var eina konan í fjölmennum hópi karla. Ég held að ég hefði bara alveg getað líka fengið þessi verkefni ef ég hefði verið karl í þessum fjölmennum hópi karla. Þannig að mér finnst rosalega ósanngjarnt þegar sagt að við séum að nýta þetta og nota þetta. Það er sagt við mig að ég sé að segja þetta, þú veist, og mér hafi einhverjum tímapunkti gengið illa, ég hef lent í vandræðum og ég sé núna að nota það að ég sé kona. Þegar ég veit bara fullt af konum sem hafa lent í hremmingum í stjórnmálum, ég veit fullt af karlmennum sem hafa lent í hremmingum, konurnar fara fyrr. Við umberum minna gagnvart konum. Það eiga að vera hreinar meyjar í stjórnmálum. Karlarnir mega hins vegar spila leikinn. Já, þetta eru margar hliðar á þessu og auðvitað, sko, ég held að séu margir kallar sem að deila alveg þessari sín okkar hönnun. Mjög margir, flestir. Og þeir gera það langt flestir og ég held að þegar menn horfa á tölurnar þá sjá þeir þetta og auðvitað viljum við breyta þessu og ég vil þess að kannski ættum að nota tækifæri hér og nú og hvetja þær konur sem eru enn að hugsa kannski máli að taka sæti á listum að gera það vegna þess að þetta breytist ekki öðruvísi en að við konundar séum áfram á sviðinu og tökum okkur pláss, þannig breytist það og ég vona svo sannarlega að það gerist og svona þessi umræða auðvitað er alltaf einhverju svona, þessi umræða hvort einhver sé að nota þetta eða ekki eða við séum einhver svona æðisli fórnarlömb eða hvað það er. Ég held nú að hún sé í miklu minni hópum núna heldur hún var bara 2003 þegar ég byrjaði. Þá var umræðan allt öðruvísi og þá var þessi heimur, það var miklu erfiðar að vera kona í pólitík þá heldur en það er núna. Þannig að sem betur fyrir maður alveg fundið mælanlega mun. En á sjálfum sér þar að segja. En sko kallarnir vilja líka breyta þessu, tel ég, en það er líka þeirra þá að taka höndum saman við okkur og gera það. En þetta er kultúrbreyting. Ég held að þetta sé rosa mikilvægur punktur sem Katrín nefnir hér, sem við heyrum að þegar við sitjum á þingi og það er það sem er svo ánægilegt. Það er allir að tala við þurfum að breyta stjórnmálunum. Í þeirri breytingu felst það að nálgast kynin eins og þau eru ólík og gera stjórnmálin einhvern veginn manneskjulegri en þau hafa verið og ég held að það sé eitthvað sem höfði til kvenna en höfði líka til karla. Þannig ég tek algjörlega undir það með Katrínu. Ég held eins og það sem kannski ég hef lært og mér finnst mér bera skylda til að gefa það tilbaka til kvenna. Ég hef lært það að það er betra að segja við konur, ungar konur, þetta getur alveg verið töff. En veistu, ef þú átt góðan hóp á bakvið þig, ef þú vinnur þetta svona, ef þú reynir að taka þetta minna persónlega heldur konum hættir til að gera, ef þú veist af hindrunum, þá verður þetta auðveldara. Og þá nota ég aftur líkinguna við barnsfæðingarnar, þegar manni var sagt hitt vegna þess að mæður manns held að þá myndi maður frekar eignast börn, og við heldum það kannski líka, ég held það þegar ég var að byrja í pólitík, það væri betra að segja unga konu, þetta er ekkert mál. En ég er núna búin að átta mig á því að það er miklu betra að segja hlutina eins og þeir eru, segja að þetta er pínu verkefni, þú ert í minnihluta, þú þarft stundum að taka erfiða slagi, eigðu bara gott bakland, eigðu góðar stundir með sjálf þér, leyfðu þér að vera kona í stjórnmálum, leyfðu þér að gera hlutin eins og þér líður vel með það. Taktu þann slag, ekki láta segja þér hvernig þú átt að gera þetta. Og ég held að ef við gerum það og segjum bara hlutin eins og þeir eru, þá held ég að við séum að gera nákvæmlega sem Katrín er að nefna, að hvetja konur til að fara. Ég gæfi allt sem ég á til þess að tryggja það að konur væru eins virkar og eins valdamiklar í stjórnmálum eins og karlar eru. Og mér finnst ég gefa tilbaka með mínum tækifærum sem ég hef fengið með því að segja þetta eins og þetta er. Þá finnst mér ég verið að hjálpa. Það er líka kannski svolítið verkefni okkar núna sem erum að fara út. Það er að bakka aðra konur upp sem er að stíga inn. Og við erum til dæmis núna, það stendur yfir núna flokksval hjá okkur í Samfylkingunni í 4 kjördæmum, hvorki meira en minna.
og þar að stíga fram mjög mikið af ungum flottum konum sem að ég ætla að leggja mig alla fram að styðja og vera svona innan handar ef að þegar þær komast inn á þing. Þannig að maður getur svona leiðbeint í gegnum kerfið þannig að það komist hraðar kannski í gegnum hindranirnar sem að tók mann sjálfan lengri tíma að læra. Og ég held að það skipti líka mjög miklu máli. En svo það líka það sem að Hanna að segja sko að það pólitíkin sjálf hefur líka breyst mjög mikið og það held ég að geti verið